Háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegi forseti, við ræðum hér vantrauststillögu á ríkisstjórnina. Sjálfstæðisflokkurinn kýs á þessum tímapunkti að afloknum kosningum að láta á það reyna hvort ríkisstjórnin hafi þann styrk sem þarf til að halda áfram því verkefni sem við tókum að okkur. Að endurreisa íslenskt efnahagskerfi úr rústum frjálshyggju og óstjórnar sem leiddi til eins stærsta bankaruns sem orðið hefur í víðri veröld. Við skulum ekki gleyma því. Hvað tók við eftir að fyrsta vinstri stjórn lýðveldissögunnar tók við annað en það stóra verkefni að endurreisa efnahag landsins og sjá til þess að allar grunnstoðir samfélagsins væru áfram til staðar og að við gætum áfram búið við öflugt velferðarkerfi og menntakerfi. Tryggt það að í landinu væru traust fjármálakerfi og róa því öllum árum að koma skuldamálum heimila og fyrirtækja í viðunandi horf. Í þessum verkum hefur verið unnið þrotlaust síðastliðin 2 ár frá kosningum og ekki skrítið að einhver hikti í þegar unnið við þær sársaukafullu aðstæður að óhjákvæmilega þarf að hagræða hjá ríkinu í rekstri og leggja á skatta, svo við getum unnið okkur sem hraðast út úr kreppunni og atvinnuleysinu. Ríkisstjórnin hefur í þessari erfiðu vinnu haft að leiðarljósi að beita skattlagningu með jöfnun í huga og dreifa byrðunum sem mest. Einnig hefur verið haft að markmiði að verja grunnlífeyri og bætur almannatryggingakerfisins. Vissulega hefur þessi tími sem liðinn frá hruni verið mörgum mjög erfiður og tekið hefur á í innviði samfélagsins. En það var líka vita fyrirfram að við gætum ekki sem þjóð komið okkur á réttan kjöl aftur nema með sameiginlegu átaki og miklum vilja styrk. Og þar engin keðja sterkari en veikasti hlekkurinn. Okkar þjóðarhlekkir í uppbyggingarstarfinu hafa verið Icesave-deilan. Ómæld svo orka og vinna sem farið hefur í þetta mál sem birtingarmynd hrunsins. Reynt hefur verið í þrígang að leysa þetta deilumál sem núverandi ríkisstjórn fékk í arf frá Sjálfstæðisflokknum og við höfum reynt að leysa það með samkomulagi að hætti siðaðra þjóða. En það tókst ekki og þjóðin hefur nú vísað málinu til dómstóla og með það verkefni munum við vinna af fullum krafti með hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi. ESB-málið hefur svifið yfir vötnum frá því ákveðið var í stjórnarsáttmála að sækja aðild og láta reyna á samninga sem lagðir yrðu fyrir þjóðina. Vinstri græn eru ekki hlynnt aðild að ESB, en þar það þjóðin sem á sitt síðasta orð í þjóðaratkvæðagreiðslu. Við treystum lýðræðinu og upplýstri umræðu hvar hag okkar betur borgið innan eða utan ESB. En hver treystir nú ekki þjóðinni til að leysa stór deilumál í þjóðaratkvæðagreiðslu, ég spyr. Eitt af baráttumálum þessara ríkisstjórnar að gera breytingar á lögum stjórn fiskveiða, með það að markmiði að tryggja fullt forræði þjóðarinnar yfir auðlindum hafsins og að setja sérstakt ákvæði í stjórnarskrá að fiskistofnarnir umhverfis landið séu sameign þjóðarinnar. Og úthlutun aflaheimilda sé eingöngu tímabundinn afnotaréttur sem myndi ekki eignarrétt. Við munum mæta áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna atvinnuréttindi og að tryggja jafnræði við úthlutun aflaheimilda. Við ætlum að tryggja rekstrarskilyrði sjávarútvegsins og sjálfbæra nýtingu fiskistofna og að búsetuskilyrði sjávarbyggða séu reist á traustum grunni. Nú sér fyrir endann á þeirri miklu vinnu við gerð nýrra laga stjórn fiskveiða. Líta þau dagsins ljós á þessu vorþingi. Þar verða grundvallar breytingar á ferðinni. Það munu engar breytingar verða gerðar á kvótakerfinu ef Sjálfstæðisflokkurinn kemst hér að völdum, munið það. Þess vegna það skylda okkar sem voru kosin til að breyta óréttlátu kvótakerfi að klára það og koma því í höfn. Og það munum við gera með framlagningu þessa frumvarps í vor. En oft glöggt gess augað og það heyrðum við á Lars Christiansen, hagfræðingi Danske Bank, sem telur að efnahagur Íslands sé á uppleið. Ég honum svo hjartanlega sammála
því að við höfum mikla möguleika að komast hratt út úr kreppunni. Þessi ríkisstjórn hefur staðið sig vel við erfiðar aðstæður og gefst ekki upp þó á móti blási. Við munum uppskera árangur fyrir þjóðina með þrautseigju og úthaldi og betri og bjartari tímar eru framundan en án Sjálfstæðisflokksins við stjórnartaumana.